Við erum stödd hér í 10. GG í Varmárskóla í Mosfellsbæ og hér undir fundust árið 1968 mjög merkar kirkjurústir. Og þegar átti að fara að byggja þennan skóla var ákveðið að fresta framkvæmdum til þess að fornleifafræðingar gætu skoða hvað hér væri að finna. Þarna fundust grunnar úr allmörgum húsum, en sennilega hafa þarna verið 2 kirkjugrunnar. Það vitað til þess að það var kirkja á Varmá, en það getið í Vilkinsmáldaga 1397 og átti hún veiðirétt í Úlfarsá og jarðeignir þarna í kring. Svo mun vera getið kirkju á þessum stað öðru hvoru í heimildum fram undir 1600. Það var Þór Magnússon, safnvörður í Þjóðminjasafninu og síðar þjóðminjavörður sem hafði yfirumsjón með uppgreftrinum. Við fengum boðum það í vetur frá sveitarstjóranum í Mosfellshreppi að það stæði til að byggja hér skóla og þá þyrfti að ýta yfir gamlar bæjarrústir á Varmá og þeir sögðu okkur frá þessu að við hefðum áhuga á því að skoða þessar rústir. Það fundist hér 2 svolítið einkennilegi steinar, annar með rákum sem getur verið að sé af reislulóð, en hinn skal nú ekki segja hvað hann með hólu, dálítið einkennilegur. Og svo hefur fundist hér ein gröf í kirkjugarðinum, sem nú ekki full rannsókn. Þegar þetta var höfðu ekki fundist margar kirkjurústir frá miðöldum hér á landi, en minjar kirkjur frá miðöldum höfðu fundist í Skálholti og á Gásum í Eyjafirði. Og þetta nú eiginlega 3. kirkjurannsóknin þá hér á landi. Já. En það má búast við því að þessi kirkja sé mjög lík því sem að íslenskar sveitakirkjur hafa verið á miðöldum, lítil torfhús, mjög lík því sem til dæmis Grafarkirkja á Höfðastund er. Eftir að þessari rannsókn lauk hafi verið grafnar upp fjölmargar miðaldakirkjur hér á landi, en nú væri gaman að vita hvað fannst fleira merkilegt í kirkjurústunum við Varmárskóla. Við kannast nú strax við þessa 2 steina úr uppgreftrinum. Þessi steinar hérna, þeir eru svolítið sérstakir. Hérna, þessi er voða fín, hann er rákir í honum og þetta gæti verið netalóð eða jafnvel dyralóð til þess að draga lóð á hurð. Þennan stein geti þetta sé ekki sagt nákvæmlega til hvað sé verið notaður. En maður sér hér að það hefur fundist margt gripað þarna í þessum uppgreftri, en hvað heldur sé svona merkilegasti gripurinn og elsti gripurinn? Það er ekki alveg gott að segja. Það eru 2 gripir sem getur verið hérna elstir. Það er annars vegar þessi litla perla hérna. Þetta er bara brot úr perlu sem virðist hafa komið úr sjálfri kirkjurústinni og þetta er lítil glerperla. Gæti verið frá 14. öld? Já, miklu eldri jafnvel. Gæti verið frá í kringum 1000 eða skömmur eftir það. Og svo hins vegar þessi snældusnúður hérna sem er úr klébergi, úr erlendu klébergi og gæti verið líka frá miðöldum. Þetta er eitthvað sem að landnámsmenn komu hingað, er það ekki? Jú, þeir höfðu með sér svona grýtur úr þessu efni og það var svo oft notað til þess að búa til minni hluti þegar grýturnar brotnuðu.